Brynjudal þessi ágæti skógur sem fólk nýtir eitthvað til útivistar og það mjög gott. Við viljum kannski auka það. Eitt af því sem við getum gert að fara í slóðagerð og búið til aðgengi hér gott. En það sem væri hægt að gera hér, það að renna hérna með gröfu og laga til slóðina þannig að hún sé nokkuð lárétt og haldi ekki vatni, þannig að renni vatn í kringum hana en ekki á henni. Tilgangurinn með slóðinni, hér allavega, að tengja þennan stóra úthaga hérna að trjám svo við getum komist í hann og gróðursett meira og getum gert enn meira í skógræktinni fyrir jólatré, fyrir timbur, fyrir aðgengi fyrir sveppi og ber. Og svo má náttúrulega glæða landi hér lífi sem annars frekar hrjóstrugur, melur og grjót skriður hér úr hlíðinni. En með því að opna svæðið á fallegan hátt þannig að það liggi vel á landi. Annars nú beinasta brautin hér við girðinguna, þar sem minnstur halli, en það nú samt hægt að komast öðru hvoru aðeins út úr því. En ef við náum að tengja þessi tvö svæði hérna, þá opnast miklir möguleikar. Að útskýra mikilvægi þess að hirða skóginn og grisja kannski ekki auðvelt í vídeói, en hér rauðgreni sem ansið þétt og það krökkt af því í skóginum og fleiri tegundum sem veitir ekkert af því að grisja. Með vegakerfi væri hægt að gera vinnuna auðveldari og útivistina skemmtilegri. Einsleitir skógar mis áhugaverðir fyrir marga. Það sem gerir þennan skóg svolítið skemmtilegan að það fjölbreytilegt eins og reynirinn hérna, frá lauftré inn í milli í barrinu, svo hér falleg sjálfsáning. Það kannski má nefna að við viljum hafa fjölbreytta skóga. Ekki bara auðga líf með öllum hætti heldur skóginni þurfi ekki allir að vera eins. Þetta bara spurning skala. Ætlum við að horfa á hektaran eða 100 hektarana, það alls konar svona pælingar. Og þess vegna aðgengi svo mikilvægt að upplifa alla þætti skógarins. Skógurinn ekki bara hvert tré sem stendur í honum, heldur það umhverfið, heldur það vistkerfið sjálft. Og vistkerfið breytist á mismunandi skala. Við getum tekið og rýnt hér ofan í mosann og þar helling að gerast, eða við getum víkkað út Sjóndaldarhringinn og þar líka helling að gerast. Eins og hér á þessu svæði, hér flýgur stundum örn, ég sé reyndar ekki í dag. Örnin að gæjast hérna og athuga hvernig við höfum það. Það ekki allir skógar sem hafa örn sem vaktfugl, eða segir maður það ekki? Þetta sé ekki 30 cm í þvermál eða svo og fínasta stálrör. Gegnir í sjálfu sér sínu hlutverki í einhverju leyti, nema það svolítið hraðahindrun hér á veginum vegna þess að það stendur upp úr og það þýðir að það grefur líka þess úr. Sem þýðir að frostlyfting ár eftir ár lyftir rörinu þó að þessi blýþungt stálrör upp gerir það gagnslaust.
Lónið hér við hliðina er líka, það er stórt, það kostur við, það er stórt en það mætti að vera dýpra til þess að taka við þegar leggst á það ís, þá er hætt við að hér hefði ég viljað grafa smá hólu. Það fer greinilega mikið vatn hér 2 rör, en slóðin hefur haldið sér þannig að það er ekki mikill vatnsframgangur hér yfir. Hólan aftur á móti hinum megin, hún er að hverfa, þannig að gagnið í rörunum er sennilega lítið, en kannski er ekki að dæma en það rennur ekkert úr þeim núna. Það er mikilvægt að veginir séu það góðir að það sé hægt að afkoma þá svo að þeir fyllist ekki að sjálfgræðslu eins og furu og greini. Þess vegna er best að gera þetta almennilega helst frá fyrsta degi. En í öðru lagi þá væri hægt að laga þetta. Hér þarf tæki. Hér eru komnir inn í nýlegan stíg inn í skóginum ofarlega. Hann er ekki fyrir alla jeppa, heldur bara þá alhörðustu eða traktora og kannski vegstæðið ekkert sérstaklega gott heldur en það var engu að séu gert og antalega þarf hann bara að taka sig og binda sig en svo kemur hér ís sem pínlítið skemmir þann feeling og hér þarf samt virkilega að komast að því að skógurinn bíður umhirðu. Hér þarf að grisja í stórum mæli, miklum mæli en betur maður duga skal myndi ég vilja segja. Þetta er Malaborði slóðin sem liggur í jaðri Brynjudalsskógar. Hér er dæmi faratálma á slóðinni sem maður þyrfti að lappa upp á. Það er enda búið að gera töluvert með því að laggja þennan grjóti en þetta er samt ekki fyrir alla bíla. Ekki það að vegurinn eigi að vera fyrir alla bíla heldur eiga svona stærri bílar og vinnutæki að geta komið sér greiðlega. Það má gera á eitt og annað á þessum vegi. Er nú orðið svolítið svakalegt þegar það fyrir að hrynja báðum megin úr bakkanum, bæði við slóðina, líka ofan við slóðina, grefur sig niður í góðan skurð þar sem vatnið rennur greiðlega, jafnvel svo greiðlega að það grefur úr báðum bökkum. Það þýddi það að þessi slóð myndi einn daginn bara verða lítil og ekki geta nýst einum en einum. Ég veit ekki, hér er allavega rör, það er þó góð bót í máli. Þetta er ekki grín hérna. Við erum í eilífri baráttu við náttúruna og náttúruöflin. Komandi slóðir sem við það er mikil forréttindi að fara og hvort sem er á 4 nefljótum eða 2 með hesta, hunda eða félagsskap. Hvað sem aktivitíð heitir, þá er gott að hafa vegi, þá er miklu meiri líkur á því að landið nýtist okkur fólkinu. Hér eru mikið rjúpu og hér er mikið líf, hér er mikið gaman. Hér er janúar 2026 í Brynjudal. En ætli láti ekki gott heita. Ég fer ekkert þessa slóðin mikið meira. Það mætti lappa upp á þetta betur. Leiðilegt þegar fjármunum er kastað á glæði. Það verður að gera eitthvað til þess að svo fari ekki.